Fundur settur í velferðarnefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomin á fundinn hæstvirtan heilbrigðisráðherra, Svandísi Svavarsdóttur, Ástu Valdimarsdóttur ráðuneytisstjóra, Elsu B. Friðfinnsdóttur skrifstofustjóra og Birgi Jakobsson aðstoðarmann ráðherra. Velkomin öll. Tilefni þessa fundar staða Landspítala á COVID-tímum. Við hófum fund sambærilegan í síðustu viku, vorum þá einnig með opinn fund með forstjóra Landspítala og landlækni og sóttvarnalækni og ætlunin var þá að hafa heilbrigðisráðherra hæstvirtan með en tími gafst ekki til og ráðherra var það elskuleg að færa til fundatíma svo að við gætum fengið fullan tíma með ráðherra og þökkum við fyrir það kærlega. Nú vegna takmarkana á fundarhaldi fastanefnda fjarfundar að ræða og því ekki unnt að hafa fundin opinn með hefðbundnum hætti eða taka á móti gestum á nefndarsviði Alþingis, en fundinum hins vegar streymt á vef þingsins sem og á sjónvarpsrás. Nú formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd þingsins. Það að nefndarmenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín á milli. Nefndarmenn og gestir jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður sem og fundartími. En aftur vil ég bjóða gesti velkomna og biðja heilbrigðisráðherra aðeins að hefja hér leik, fara aðeins yfir stöðuna eins og hún lítur út í dag. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir formaður. Svona áður en lengra haldi langar mig kannski spyrja hvað gert ráð fyrir löngum fundartíma, bara þannig að ég sé með það hérna í mínu plani. Já, það áætlaður fundartími til klukkan 2. En ef að ráðherra hefur rýmri tíma þá gott að við fáum bara skilaboð það. Takk fyrir það formaður. Ég einmitt þarf að vera á öðrum netfundi 2-leytið, þannig að við vitum það þá öll að við erum svona reyna að stilla okkur innan þess ramma eins og hægt þó að auðvitað þá hliðrum við til ef þarf. Við erum þá á sama tímaramma. Gjörðu svo vel. Flott, takk. Ég ætla bara að taka hérna stutta innleiðingu, kannski aðalega það hvar við erum stödd núna. Ég ekki alveg í gangi? Jú. Takk. Aðalega hvar við erum stödd núna. Við erum náttúrulega stödd á stað þar sem okkur gat ekki dóra fyrir að við yrðum á þessum tímapunkti. Þetta ár 2020 hefur verið og mun verða okkur minnistætt inn í framtíðina en núna við sem förum með heilbrigðis- og velferðarmál sérstaklega vegna þess að við erum að glíma við veiru sem ekki bara komin og farin heldur viðvarandi og hefur ekki greinst áður og hefur fengið þetta nafn COVID-19 og hefur raunveru snúið öllu samfélaginu á hvolf. Við höfum náttúrulega lært mjög mikið á þessu ári, við sjáum mjög vel hvernig heilbrigðiskerfið okkar virkar, hvers það megnugt. Við sjáum að það hefur notað tæknina meira til að veita þjónustu, fjarheilbrigðisþjónusta hefur aukist og svo framvegis teymisvinna hefur aukist. Heilbrigðisstarfsfólk hefur sýnt mikið úthald og mikinn sveigjanleika og í raun og veru mikla sköpunarhæfileika. Við erum að sjá alveg nýjar deildir verða til eins og COVID-göngudeildina og sem eftirtektarverð í raun og veru á heimsvísu og ég vil nota þennan tímapunkt hérna enn og aftur til þess að þakka fyrir það og ég held að við munum aldrei þakka nóg fyrir það þolgæði sem okkar heilbrigðisstarfsfólk hefur sýnt. Heilbrigðisstofnanirnar hafa líka unnið mjög vel saman á meðan á faraldrinum stendur og það hefur alveg magnað að sjá þessa samvinnu innan kerfisins. Það hefur verið þannig þegar faraldurinn hefur verið í hvað mestum gangi að þá hafa forstjórar allra heilbrigðisstofnanirnar okkar átt fundi á netinu jafnvel 3 í viku og þessi samvinna sérstaklega mikilvæg þegar að ræða svona stöðu eins og núna þegar Landspítali á neyðarstigi eins og hefur komið fram. Veiran hefur náttúrulega líka opinberað alls konar veikleika eða áskoranir í kerfinu. Sumt vissum við að væri til staðar eins og til mönnunarvandi sem vandamál og verkefni sem öll heilbrigðiskerfi heims glíma við og húsnæðisvandi. Við sjáum núna vel að við hefðum átt að vera löngu búin að byggja nútímalegan spítala
Afleiðingar sóttvarnaaðgerða eða raun og veru óbeinar afleiðingar þá faraldursins eru þetta líka stór áskorun út af fyrir sig. Við sjáum bæði það að heilbrigðisstarfsfólki okkar það fer ekki varhluta af veirunni sjálf, það veikist og það í sóttkví og svo framvegis og svo sjáum við neikvæðar afleiðingar af andlega heilsu allt land sem að við erum sérstaklega meðvituð en við höfum líka séð það að svona sterkt eða vel samhæft opinbert heilbrigðiskerfi mikilvægt á svona tímum til þess að takast á við óvæntan atburð og þar þessi samhæfing kannski mikilvægust og eins og velferðarnefnd þekkir vel mikilvægi þess að það sé skýrt hver ber hvaða skyldur í keðju fyrsta, annars og þriðastis þjónustu og við náttúrulega þurfum að beina sjónum okkar sérstaklega því. Núna erum við kannski stödd fyrst og fremst þar að við þurfum að fara að hugsa hvernig best að standa að afléttingum, í hvaða röð við ætlum að gera það án þess að veiran blossi upp aftur. Þetta auðvitað bara viðvarandi verkefni. Nú erum við í raun og veru komin líka á nýjan stað. Það var nýr kafli sem að byrjaði í gær, held ég geti sagt, með því að það bárust fréttir af bóluefni, þannig að við sjáum svona ljós við endan á göngunum. Varðandi afléttingaferli þá mikilvægt að það ferli sé gagnsætt og almenningur skilji hversuna hlutirnir eru gerðir í þessari röð en ekki hinni og ég vil líka bara þakka fyrir tækifæri til þess að eiga orðastað við þingið í síðustu viku. Ég held að það sé mjög gagnlegt að við séum í að opna það ferli að það sé gert með reglugum hætti. Mér langar svo bara til þess að nefna nokkur atriði, kannski í fyrsta lagi fjölgun sjúkrarýma eða varasjúkrahús. En það þannig í viðbragðsáætlun almannavarna þá fjallað sérstaklega möguleika á varasjúkrahúsum eða rýmum til notkunar ef það þarf að minnka álag á Landspítalanum og auka móttökugetu. Og leið og neyðarstig var sett á 25. október og þá virkjar almannavarnadeild ríkislögreglustjóra þessa viðbragðsáætlun í samráði við landlækni og sóttvarnalækni. Og í viðbragðsáætlun tilgreind nokkur möguleg úrræði til að taka við sjúklingum á Landspítala til að létta af álagi þar og þá erum við ekki að tala í raun og veru fyrir í stað biðrými fyrir hjúkrunarrými heldur bara almenn legurými og meðal úrræða sem að þar voru nefnd eru sjúkrarými heilbrigðisstofnanna hér í kringum okkur. Það Reykjalundur, það orkuhúsið við Urðarhvarf, það klínikin við Ármúla og það sjúkrahúsið Vogur. Og eftir samráðsfund heilbrigðisráðuneytisins með landlækni og forstjóra Landspítala og forstjóra SÍ þá var rætt forgangsröðun þessara úrræða og næstu skref ef á þyrfti að halda. En nú standa vonir til þess að Landspítali verði færður á neyðastigi jafnvel á næstu dögum og því þurfi ekki að semja við neina af þessum ofangreindu stofnunum til þess að gegna hlutverki varasjúkrahúss en þetta áætlun sem við eigum upp í erminni. Ef að bylgjan hefði risið enn hærra heldur en hún í raun og veru gerði í þessari umferð en við skulum heldur ekki vera of fljóta að hrósa sigri. Númer 2 þá vil ég ræða mál sem að lúta útskriftarvanda Landspítala en það var talað það strax í upphafi þriðju bylgjunnar að það þyrfti að tryggja getu spítalan til að sinna COVID-smittum og þá þyrfti að útskrifa 35 einstaklinga og þar var mest verið að horfa til einstaklinga með færni og heilsumat sem hafðu lokið meðferð á Landspítala sem að þyrftu þá annarkvort að útskrifast heim eða í hjúkrunarrými. Og þegar að þriðja bylgjan skalla og þá voru tæplega 50 einstaklingar í þessari stöðu en Landspítalinn í raun og veru ræddi það við okkur strax að það þyrfti að losa þessa 35. Og við höfum unnið mjög þétt saman með Landspítala og ég veit að Landspítali gerði ykkur grein fyrir þessu fundum í síðustu viku þannig að ég þarf kannski ekki að fara í það í smáatriðum per mann hvernig var farið að þessu en staðan þannig í gær að við gerum ekki ráð fyrir að flytja fleiri á aðra stofnanir fyrir en að það náðst fyllilega utan hópsmita á Landakoti en staðan í gær var þannig að það hefðu 28 sjúklingar verið fluttir í sérstök eða önnur úrræði í þessu sameiginlega átaki Landspítala og ráðuneytisins. Samtök fyrirtæki velferðarþjónustu kölluðu mjög eftir því að það sett á fót sérstök COVID-deild fyrir smitaða íbúa hjúkrunarheimila
og það hafa náðst samningar við Hlíðarskjól EHF sem að rekur hjúkrunarheimili Eyr rekstur 10 rúma sérdeildar sem að tæki þá við COVID-smittuðum íbúum hjúkrunarheimila. Það sem ég langar að tala síðan, þetta var svona kannski bráðaviðbragð, eru beiðnir sem hafa borist frá ýmsum, bæði frá Heilsuvernd EHF og sem að lýsir þá möguleika á því að opna einhvers konar hjúkrunar- og flæðieiningu, auka endurhæfingar fyrir aldraða, þjónustu fyrir 100+ biðrými fyrir aldraða með færni og heilsumat. Ég veit að þið þekkið þetta í nefndinni. Við höfum fengið líka erindi frá fleirum, frá Sóltúnshópnum sem að geta boðið Oddsson hótel á Grensásvegi sem hjúkrunarrými í 1-2 ár. Og þar talið að mönnun verði ekki vandamál. Reitir eiga húsnæði Ármúla 9 sem að hafa sendið erindi til Landspítala til að minna á það húsnæði stæði ríkinu til boða, og í greinagerð skrifstofu sjúkrahúss og sérþjónustu þar sem að Elsa skrifstofustjóri og getur svarað þessu ennþá ítarlegar ef óskað eftir því. Í greinagerð skrifstofunar til mín fráflæðisvanda Landspítala kemur fram að skrifstofan telja að biðrými sé ekki sú tegund þjónustu sem stuðla beri að, þar sem að það of tímabundið úrræði sem að uppfyllir bara lágmarksþarfir, en það jafnframt bent á þörf fyrir aukna heilbrigðisþjónustu heim, bæði almenna og sérhæfða, og þar að auki bent á þörf fyrir aukna líknar- og lífslokaþjónustu fyrir aldraða, bæði heimahúsa og stofnunum. En til viðbótar við þessa takmörkuðu þjónustu sem biðrými bjóða upp á, þá bent á að einnig skyldi íhuga hvaða hvata það myndi skapa í heilbrigðisþjónustu að fjölga biðrýmum of mikið. Þá hætta á því að þeir sem ekki fá fullnægjandi þjónustu heimleitin og sjúkrahús og þröskuldurinn lækki og svo framvegis. En greining heilbrigðisráðuneytisins frá 2019 sem að ég veit ekki hvort að velferðarnefnd hefur fengið kynningu á, þetta greining sem er í raun og veru sífellt uppfærð í Power BI skýrslu, þörf fyrir hjúkrunarrými inn í lengri framtíð. Þar sjáum við að í raun og veru greiningu á þörf fyrir hjúkrunarrými á þeim forsendum að þau varu notuð á sama hátt og gert hefur verið hingað til, þar segja sama hlutfall íbúa hversu upptökusvæðis eins og hér og þá sjáum við að mest þörf hér á höfuðborgarsvæðinu og þeirri þörf verður mætt með þeim hjúkrunarheimilum sem eru á framkvæmdaáætlun fram til ársins 2024. En þó það þannig að það ljóst að á þeim tíma vantar 150 hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu þar til þessu markmiði verður náð, sem að hefur verið okkar markmið í fjármálaáætlun og í áætlun ráðuneytisins að 75% einstaklinga bíði skemur 90 daga. Og það í raun og veru okkar mat í ráðuneytinu að við þurfum að fara betur í saumana á þessum þáttum, þar að segja að brúa mögulega bilið frá deginum í dag og fram í þann tímapunkt þegar við höfum fullnægjandi úrræði fyrir þessa einstaklinga. En til þess að það verði gert þá þarf það náttúrulega að fara samkvæmt lögum opinber innkaup. Ég vil nefna loks valkvæðar aðgerðir sem hefur líka verið talað Það hefur náttúrulega við höfum verið stopp núna af augljósum ástæðum, en samkvæmt upplýsingum frá þeim stofnunum sem við höfum fengið upplýsingar frá, og þá gerir Landspítali ráð fyrir því að ekki náist að framkvæma 100 liðskiptaaðgerðir sem voru áætlaðar á þessu ári, og sama hlutfallslega hækkun verður á aðgerðum á Sjúkrahúsinu á Akureyri ef svo heldur fram sem horfir. Heilbrigðisstofnun Vesturlands mun nokkurn veginn að halda sjó miðað við þær tölur sem við höfum, og þar til skoðunar að fjölga aðgerðum ef að heimild til að framkvæma valkvæðar aðgerðir verður veitt fljótlega, og þessum ljóst að það skiptir mjög miklu máli hvenær valkvæðum aðgerðum verður aftur komið á, og við vonumst til þess að það verði hið fyrsta, og mér heyrist það bæði á forstjóra Landspítala og landlækni að það verði lagt til alveg á næstunni. Í greinargerð landlæknisembættisins þá lögð áhersla á að það þurfi að koma þessari starfsemi í virkni eins fljótt og hægt með þeim úrræðum sem eru fyrir hendi. Ég vil líka bara nefna hérna að lokum í þessari yfirferð að staðan hefur líka verið þung á Akureyri.
Það voru í gær lagðir inn 6 einstaklingar á sjúkrahúsi á Akureyri vegna COVID. Núna enginn þar á gjörgæslu en það mjög þungt þar vegna annarra sjúklinga. Á gjörgæslunni eru 3 stofur og 1 fullbúið einangrunarherbergi og mönnunin miðast við 5 rými. Það hægt að sinna 2 í öndunarvél á sama tíma og mögulega 3 til skemmri tíma en að hámarki væri hægt að hafa 7 sjúklinga á gjörgæslu á SAK og þá yrði vöknun nýtt fyrir sjúklinga sem ekki eru með COVID. Þannig að við fáum núna, eins og staðan akkurat núna, þá fáum við daglega skýrslu frá SAK vegna þess að þar aukið álag. En vegna þess að ég náði að fylgjast með fundinum í síðustu viku svona mestan part, bæði samtalinu við Landspítala og landlæknisembættið, þá hafði ég tækifæri til þess að undirbúa svona það sem ég teldi líklegast að kæmu spurningar í þessum inngangi, þannig að ég vona að það hafi verið til þess að skerpa línur strax í fyrstu lotu. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, heilbrigðisráðherra. Það spurning hvort að það sé nauðsynlegt að hleypa öðrum gestum að í þessari umferð eða hvort að það sé óhætt að hleypa nefndarfólki að. Ég kannski spyr bara ráðuneytis fólk hvort að Ég held að það kannski engu við að bæta eins og stendur núna. Nei, fínt. Þetta fara í spurningar. Já, þá gef ég nefndarfólki orðið og bið ykkur aðeins að safna saman en við munum þó ekki taka allar spurningar í einu til þess að þetta sé svona aðeins skýrara og skilmerkilegra fyrir þá sem að heima sitja. Fyrstur Guðmundur Ingi Kristinsson, gjörðu svo vel. Já, sæl, takk fyrir það. Takk fyrir að koma. Ég langar að einblína á biðlistana vegna þess að nú eftir neðstigi þá virðist vera minnst 500-600 aðgerðir sem hafa verið frestað út frá neðstigi spítalans og það bætist við allt það sem fyrir og jú, það er talað að auka en það virðist vera einhverjir ekki ná að vinna biðlistana. Það stendur til að virkja þá sjálfstætt og gera allt sem hægt til þess að vinna listunum vegna þess að þeir eru nú þegar orðnir rosalega langir og það þetta áhyggjuefni að fólk verði bara hreinlega fyrir skaða að bíða mikið lengur, þeir sem hafa bíðað lengst. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur Árnason. Já, takk fyrir greinargóðan inngang og upplýsandi og fyrir ykkar störf í ráðuneytinu og mæða mikið á ykkur. Það sem ég langaði svolítið að spyrja út frá þessu með varasjúkrahús og svo þessi reglulegu átök útskriftar fráflæðisvandamálinu að ég tel þetta svolítið vera samtengt og ég las að þannig eftir fundin með Landspítalanum og landlækni að svona eitt stærsti leikandi og stærsta ástæðan fyrir því hvernig Landakotsmálið fór var húsnæðis, slæmur aðbúnaður annars slíkt og því spyr ég eftir að við höfum lært svona mikið á veiruna hvort að það sé þá ekki réttast núna að einmitt að nýta þau bráðabirúrræði sem hafa verið boðin, hvort sem sé öðrum stofnunum eða einkaaðilum í því að draga úr innlögnum á Landspítalanum hvort sem það sé inn á Landakotsdeildinni eða út á fráflæðisvandanum en frekar til þess að koma í veg fyrir að svona atvik komi upp aftur og komi upp fjórða bylgjan að við verðum þá betur undirbúin fyrir hana. Þannig og þá er ég ekki að tala um þetta sem varanleg úrræði í biðrými og annað slíkt, heldur tímabundi núna og það tekur einhver tíma, skils mér að undirbúa eitthvað af þessum biðrýmum sem verið að bjóða. Hvort að það sé ekki réttast, svo við fyrir ekki aftur að hittast hér í janúar, febrúar að það sé komin aftur fráflæðisvandi frá Landspítalanum og að það kom ekki aftur upp svona smit í slæmu húsnæði eins og Landakot til þess að sinna svona fólki í sóttvarnar ástandi. Þannig að þetta svona kannski megin spurningin, hvort það ekki rétt að keyra á þetta núna. Og svo langar mig líka að fá kannski aðeins svipað og Guðmundur Ingi svona spurninga hvernig getum við unnið úr afleiðingar þess að hafa bæði út af COVID og svo að neyðarástandinu það að vinna þessar valkvæða aðgerðir hraðar upp og einhver vonum að núverandi úrræði
muni einhvern tímann ná annað því, verður ekki meira að koma til. Takk fyrir þetta Vilhjálmur, hleypi 2 í viðbót að. Fyrst Sara Elísa Þórðardóttir, Pírati, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, formaður, og takk ráðherra kærlega fyrir þína yfirferð. Raunverulega komu nefndarmenn Guðmundur Ingi og Vilhjálmur inn á punktana sem ég ætla að spyrja í grófum dráttum utan þess að ég ætla kannski að spyrja aðeins betur út í það, þetta sem Vilhjálmur kom inn á, hvað ef þetta gerist aftur ekki raunverulega nauðsynlegt að þiggja það sem einkaaðilar eru að bjóða og gera tímabundna samninga til þess að fyrirbyggja þessi staða komi upp aftur, sér í lagi vegna þess að hún hefur svo mikil áhrif á samfélagið allt. Að þegar spítalinn var færður á neyðarstig, að þá var það herða aðgerðir undir eins sem hafði þessi áhrif á menntun og bara samfélagið allt. Ekki nauðsynlegt vegna þess að húsnæðiskosturinn sá sem hann og við erum stödd það sem við erum, að bara svona vera svolítið hyggin og gera tímabundna samninga við þá aðila sem geta séð til þess og eins fyrir starfsfólki sem búið að vera undir gríðarlega miklu álagi núna og valkvæðar aðgerðir fara aftur í gang og þá myndi þetta jafnvel geti ímyndað mér valda því að það veri hraðar hægt að ganga á biðlistana. Þannig að það þetta sem ég vildi spyrja. Takk. Takk fyrir og síðust í þessari röð Hanna Katrín Friðriksson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að byrja að þakka ráðherra fyrir góða yfirferð. Ég ætla ekki að orðlengja málið heldur taka undir þær spurningar sem eru þegar komnar fram. Langar til viðbótar að beina sjónum að því sem ráðherra sagði hér mikilvægi gegnsæis. Það að fólk sjái og skilji hvað liggur á bak við aðgerðir. Og þetta einfaldlega mikilvægasta atriði til að koma í veg fyrir að neyðast til Landspítalans þurfi að vera tekið upp aftur, það að segja hemja veiruna. Og þetta augljósa mikilvægi gegnsæis ekki síst ástæðan fyrir því að Viðreisn bað samtal við heilbrigðisráðherra í þingsal í síðustu viku og ég veit að það vilji til að það verði áfram og reglubundið. En mig langar að gefnu tilefni að spyrja upplýsingaflæðið af því það virðist sem svo einhverju þingmenn stjórnarliða úr Sjálfstæðisflokknum séu orðnir einna helstu andstæðingar yfirvalda í þessum sóttvarna aðgerðum með tilvísan í að stjórnvöld beiti fyrir sér röngum upplýsingum. Og ég vísa til dæmis í mat heilbrigðisyfirvalda að 50 landsmanna sé í áhættuhópum og að Brynjar Níelsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hafnar því, segir einfaldlega, menn geta sagt hvað sem að því að við vitum ekkert. Við hin vitum ekkert. Þetta klárlega áfellisdómur og upplýsingagjöf yfirvalda og spurning mín til heilbrigðisráðherra hvað hægt að gera betur hér að mati ráðherra? Af því að ég tel að það sé mjög mikilvægt að við séum annars vegar að vinna með réttar upplýsingar og hins vegar að þær upplýsingar nái sem víðastum samfélagi til þess að við náum tökum á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá gef ég heilbrigðisráðherra orðið. Já, takk fyrir ykkar góðu og mikilvægu spurningar. Eins og kemur fram að þá og eins og kom fram í raun og veru í mínum inngangi að þá í raun við þrennt að eiga. Í fyrsta lagi erum við að tala það sem heitir bara samkvæmt almannavarna viðbragði varasjúkrahús og eitthvað sem samkvæmt þeirri áætlun sem fer í gang þegar spítalinn fer á neyðarstig, þá þurfum við að horfa til þess að það séu til rými sem hægt að nýta sem varasjúkrahús. Þetta væru samningar sem myndu gerast mjög hratt og með tilvísun í slík lög. Eins og ég listaði upp fyrir ykkur áðan að þá eru tiltekin rými og tilteknir aðilar sem væru viðsemjendur við slíka kringumstæður. Nú það þannig að forstjóri Landspítalans hefur sagt að það styttist í það að spítalinn fari af neyðarstigi, en þessi samningar frá því að það í raun og veru í tilteknum skilgreindum farvegi. Númer 2 þetta sem að lítur að útskriftarvandanum og í raun og veru þessum talnagögnum sem ég fór yfir áðan sem svo staðreynd að við í raun og veru náum markmiðinu fullnægjandi fjölda hjúkrunarrýma á höfuðborgarsvæðinu
2024 miðað við núverandi áætlanir. Það breytir því ekki að í millitíðinni, þar að segja 2021, 2022, 2023 og fram árið 2024, þá erum við eftir á. Það er að segja þá þurfum við í raun fleiri rými. Þá segir mitt fólk í ráðuneytinu, við getum ekki haldið áfram að fara þessa biðrýma leið. Það er ekki góð leið fyrir þá sem að búa í slíkum rýmum. Það er ekki ásættanleg leið fyrir okkur að fara þá leið. Heldur segir ráðuneytið við mig, við myndum vilja sjá að við horfum frekar til þess að þetta væri fullnægjandi hjúkrunarrými til þess tíma sem þarf til að brúa þetta bil. Og það er það sem við erum að skoða núna, en þá þyrftum við að fara leið laga opinber innkaup. Þá förum við ekki í einhverja bráðabirgða samninga að brúa bil. Og hvort sem þá þyrftum við auðvitað að fara að lögum, en getum ekki bara farið í samninga við þá sem að rétt upp hönd hverju sinni eða bjóða sig fram. Þó að það sé auðvitað mjög þakkarvert og það skal hér sérstaklega tekið fram. Í þriðja lagi hér spurt valkvæðar aðgerðir og biðlista og Guðmundur Ingi og raunar allir sem spyrja það hvort að við gætum ekki nýtt fleiri aðila til þess að vinna upp biðlistana. Og því til að svara að auðvitað getum við það og auðvitað eigum við að gera það þegar að við erum komin með spítalan aftur í gang, að þá getum við skoðað þetta umhverfi allt saman í ljósi þeirra stöðu sem þá komin upp. Við erum að undirbúa það að sjúkrahúsið á Akranesi, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, verði svona Center of Excellence í liðskiptum og það verið að undirbúa slíkt, en það ekki bráða viðbragð. Það eitthvað sem að væri komið á laggirnar eftir kannski 2 eða 3 ár, minni, var ekki 2023, Elsa eftir kinka kolli eða hrista hausinn, 2022. Annarkvort. Það allavega ekki í desember. Það tekur lengri tíma, þannig að Elsa kannski bara botnar þetta fyrir mig á eftir. En það hins vegar alveg ljóst að það sem að liggur mest á í öllu þessu, allir þessu að það það að við séum með heildar yfirsýn yfir það, yfir biðlistana. Í Noregi það sem að eru tugir staðar sem að bjóða upp á liðskipta aðgerðir út allan Noreg, að þá geta notendur þjónustunar farið inn á eina vefsíðu og séð hversu löng bið á hverjum stað, hversu margar aðgerðir eru gerðar á hverjum stað og svo framvegis. Hér á Íslandi þá þetta þannig að þetta liggur þannig að við höfum hvergi yfirsýn yfir það nákvæmlega hverjir eru á hvaða biðlistum og svo framvegis, þannig að við vitum ekki einu sinni hvort að mögulega einhverjir eru skráður á biðlista á fleiri en einum stað. Embætti landlæknis hefur verið að vinna því allt þetta ár að koma þessu í kring, það að segja að það sé miðlægur biðlisti, þannig að það sé hægt að gera þetta með skipulagri hætti og við höfum verið að reyna að vinna því og ég held að sé allir sammála því að það sé eitthvað sem við þurfum að gera. En sama að það full ástæða til þess að grípa til allra mögulega ráðstafana til þess að vinna á þeim biðlistum sem að hafa lengst í COVID fyrir þá sem að hafa beðið lengur en bærilegt Vilhjálmur spurði líka það hvort það væri ekki ástæða til þess að hafa kannski meira húsnæði upp í erminni ef ég skil hann rétt, þannig að við séum í raun og veru búin undir og okkar húsnæði og okkar aðbúnaður sé búi yfir meiri sveigjanleika í því ljósi að við erum kannski að glíma við COVID eitthvað langt fram á næsta ár og það koma fleiri bylgjur og svo framvegis og þurfum við þá ekki að vera með meiri sveigjanleika til þess að geta tekið við því fólki á þess að það sé á kostnað annar heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Þetta eru bara mjög mikilvægar pælingar vegna þess að, og það sem að maður kannski bara alltaf áttast í betur og betur á, þó maður sé að vonast til þess að bóluefni sé hluti af veruleika næstu missera, að það kann að vera að þetta verði viðfangsefni næstu ára og áratuga að takast á við svona faraldra.
Og ég man eftir því að hafa hitt velferðarnefnd fyrir ári og þá vorum við að tala áherslur Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar á ósmitnæma sjúkdóma. Það er að segja þá sem eru kannski frekar lífsstílsjúkdómar og eru æða- og hjartasjúkdómar, lungnasjúkdómar, krabbamein, sykursýki og svo framvegis. Og svo gerist þetta, svo gerist COVID-19 sem bara alveg hreinn smitsjúkdómur og þá veltir maður fyrir sér er ástæða til þess að endurmeta í ljósi þess hvernig viðbrögð og hvernig áætlanir við höfum í okkar kerfum. Mér finnst það verið eitthvað að því að við hugsuðum þannig í vor eins og þetta væri ein lota, við þurftum bara að snúa bökum saman og fara í gegnum þetta saman og svo kemur sumarið og þá var þetta bara búið. En svo sjáum við það núna að þetta er partur af veruleikanum, þessi faraldur núna og mögulega þurfum við líka að átta okkur á því til lengri framtíðar. Hanna Katrín var með spurningu til mín það hvað væri hægt að gera betur. Sko ég held að það sé bara mjög margt sem hægt að gera betur og ég held að það skipti mjög miklu máli í svona glímu eins og við erum í núna að hafa, sko við erum nú alltaf að tala þolgæði og úthald og maður hefur valla þolinmæði að hlusta á allt þetta tala þolinmæði en kannski þurfum við og ég þreytist heldur ekki á því að segja sko að auðmýkt mikilvæg, við þurfum að átta okkur á því við erum að gera þetta í fyrsta skipti, við þekktum ekki þessa veiru, við þurfum að vera tilbúin að skipta plan og skipta áætlun og svo framvegis og líka ræða málin og ræða málin í þinginu og ræða málin allstaðar. Það getum við alveg örugglega gert betur og við getum gert betur í því eins og ég talaði í þinginu að tölur séu sýnilegri, við erum til dæmis að tala tölur í smitrakningu og svo framvegis að þær séu sýnilegri. Vegna þess að trúverðuleiki stjórnvalda á svona tímum þar sem álag hann ræðst alltaf af því að það sé gagnsæi og skilningur á því sem verið að gera og það hefur verið okkar gæfa hingað til að stór meirihluti þjóðarinnar vill standa saman í þeim aðgerðum sem stjórnvöld ákveða hverju sinni. Það hefur ekki verið endilega allstaðar í heiminum þannig en það líka vegna þess að við erum fámenn þjóð, það eru stuttar boðleiðir, það mikil lýðræðishefð, það opin og gagnrýnin umræða en maður finnur það alveg að undiraldan þyngist, þolinmæðin ekki endalaus og þess vegna þurfa stjórnvöld ennþá meira núna heldur kannski í vor að vera tilbúin að ræða margar hliðar á þeim ákvörðunum sem teknar eru og það allavega það sem ég vil leggja mörgum. Það er spurning, Elsa, hvort þú vilt bæta við þarna? Já, ef ég má bara við gerum ráð fyrir því að liðskiptasetur á Akranesi það verði tilbúið í byrjun árs 2022, það þarf að fara í verulegar húsnæðisbreytingar og svo það bara undirbúa mannafla og annað slíkt en við gerum ráð fyrir að það muni skipta mjög miklu máli þegar það kemst á. Mér langaði bara aðeins til viðbótar við það sem að ráðherra nefndi miðlæg og biðlistan og mikilvægi þess að við náum utan um það þetta að fólk sé ekki skráð á fleiri en einn staða þegar nú eru einstaklingar skráðir hjá í raun og veru ákveðnum lækni á ákveðnum stofnun og geta þar af leiðandi verið skráðir hjá fleiri en einum aðila. En það líka það að það mjög mikilvægt og það gerist að fólk af einhverjum ástæðum hafni aðgerð sem þeim boðið og vegna þá persónulegra aðstæðna eða hvað sem það en það fólk þá áfram á biðlista sem í raun og veru gefur skakka mynd af biðtímanum. Þannig að við getum verið að horfa á falskt langan biðtíma vegna þess að einhverjir hafa ekki komist í aðgerð á þeim tíma sem þeim var boðið og ég vek bara athygli á því að í nýrri úttekt og skýrslu landlæknisembættisins á bið eftir valkvæðum aðgerðum að þrátt fyrir það að biðlistin lengdist til dæmis eftir liðskiptaaðgerðum að þá var samt sem áður meðal biðtíminn var hinn sami í september í ár eins og það var í október í fyrra. Þannig að það þarf meðaltalstölunar geta verið erfiðar og í raun og veru miklu betra að horfa á miðgildi í varðandi biðtíma. Og það biðtíminn sem skiptir hvern og einn einstakling meira máli heldur en hversu margir eru á biðlistanum eftir aðgerðinni.
Takk fyrir kærlega. Þá það næsta hol af nefndarfólki sem með spurningar. Fyrst Anna Kolbrún Árnadóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir og takk ráðherra fyrir að koma fyrir velferðarnefnd. Langar aðeins að spyrja út í þessar aðgerðir, valaðgerðir sem á að heimila á Landspítala. Það talað að það séu þó einhverjar stærri aðgerðir sem ekki verði með og mig langaði kannski að heyra hvaða aðgerðir það eru og hvaða mat lagt þar til grundvallar. Síðan erum við komin með nokkurn veginn svör biðlista og það ágætt að við munum líka eftir því að biðlistarnir voru fyrir hendi fyrir COVID og svo vil ég inna heilbrigðisráðherra eftir því hvort að verið sé að taka saman einhvers konar gögn það hverjir hafa þurft að fresta sínum rannsóknum eða þá að fresta greiningum á lífsógnandi sjúkdómum svo sem krabbameini. Þannig að ég held að allt hitt hafi verið komið. Takk. Takk fyrir þetta. Ég biðst afsökunar á að hafa ekki séð þegar að ráðuneytisstjóri rétti upp hönd. Kerfið hjá mér býður ekki upp á svona hendur. Ég með einhvers konar aðra útsendingu en ráðuneytisstjóri fær orðið á eftir þegar ráðherra hefur lokið að svara. En næstur Ólafur Þór Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, kæra þakki fyrir þetta og takk fyrir þau svör sem eru komin. Svolítið rætt frestanir og annað þess að og það svolítið svona gegnumgangandi í umræðinni að frestun og aðgerð þýði nánast að verða hætt við hana en auðvitað vitum að það ekki. Þannig að mig langar að spyrja hvort að ráðuneytið hafi yfirliti verið því að ráðherra nefndi hér áðan tölu þann fjölda aðgerða sem að verði sett í halla á þessu ári þegar að segja sem að muni vanta og átti þá við liðskipta aðgerðir en hefur ráðuneytið þá væntanlega samráð við landlækni leitast eftir því að taka saman gögn hvað þetta mikið í öðrum verkum á landsvísu og það kemur í rauninni aðeins inn á það sem að Anna Kolbrún að nefna hérna áðan eins og til að mynda með göngudeildarþjónustu og þess háttar. Þá langar mig í framhaldi af því sem framhaldi svari ráðherra hér áðan líka spyrja hvort að ráðherra og ráðuneyti telja að þurfi jafnvel meiri sveigjanleika í lög opinber innkaup eða þá lög Sjúkratryggingar Íslands til þess að þetta geta brugðist við svona vanda eins og kemur upp núna að því að það sýnir sig að eins og hefur verið nefnt að sveigjanleikin tiltölulega lítill í kerfinu ef það koma upp stóra áföll eins og kom upp á Landakoti og þá getur þurft að bregðast hratt við og það mat ráðuneytisins að þarna þurfi kannski einhvers konar neyðarákvæði inn í þessa löggjöf og síðan að lokum aftur í framhaldi af svari ráðherra hér áðan og spurningum, ég held að það hefur örugglega verið spurningum Vilhjálms, það verkefni Landspítalans svona yfirleitt, hvort að ráðuneytið telji að það þurfi að einhverju leyti að endurskoða svona kjarnastarfsemi eða kjarnaverkefni Landspítalans til að mynda eins og með þessu liðskiptaverkefni upp á Akranesi, hvort að þurfi jafnvel að skoða þetta í fleiri málum. Nefni sem dæmi öldrunarþjónustu og eitthvað fleira, endurhæfingarþjónustu og fleira því tengt. Takk fyrir. Takk fyrir. Lilja Rafney Magnúsdóttir næst. Já, bara takk fyrir að koma á fund velferðarnefndar og fara yfir þessi mál og takk fyrir ykkar störf. Þau eru mikilvæg fyrir okkur öll. En varðandi neyðarstig Landspítalans sem hefur verið þá núna frá 25. október einhverjum halvan mánuð rúman nú spyr maður kannski bara eins og barni hefur Landspítalinn farið oft á þetta neyðarstig í gegnum tíðina. Er þetta í fyrsta skipti
Og ef svo að þá þetta auðvitað mikil áskorun að kannski bara svona almennt að þarna eitthvað strax sem heilbrigðisráðherra og aðrir yfirstjórnendur sjá fram á að þurfi að endurskoða varðandi það að okkar hátæknisjúkrahús og stofnanir fari á þetta neyðarstig varðandi þá hugsanlega lagabreytingar skoða í framhaldinu og það að þetta virki sem sagt viðbragðsáætlun almannavarna. Ég kannski svona velta því fyrir mér bara svona almennt hvort það að segja eitthvað það og hvernig þá líka þetta verði trappað niður af þessu neyðarstigi, hvort að það sé allt sett inn í þá, hvað maður segja, nú dagskrána hvernig það gert eða hvort að menn þurfi að svona svolítið að finna upp á því við þessar aðstæður hvernig best að aflétta þessu neyðarstigi, að trappa sig út úr því, en bara takk fyrir ykkar vinnu. Ásmundur Friðriksson. Já, ég vil þakka ykkur ráðherra og starfsmenn ráðuneytisins fyrir koma til okkar og bara samstarfið fyrir og nú. Ég ætla bara að hafa þetta mjög klippt og skorið. Ég hef sett inn í það smá skilaboð. Við langar bara að vita hvort að horft verið til þeirra tilboða sem borist á Heilsuvernd og Sóltúni vegna fráflæðisvandans. Og svo að því að við erum búin að tala biðlistana frá því ég kom í velferðarnefnd 2013 og það eilíða verkefni og verður örugglega, að þá langar við bara að vita hvort að þangað til að þetta verður opnað á Akranesi, hvort að verði lagt mikil kraftur í biðlistana, í liðskiptaaðgerðum og þá verður nýtt svo aðstæð sem að klíningi ber upp á líka. Takk. Takk fyrir Halla Signý. Kristjánsdóttir. Já, takk fyrir og takk fyrir ágætt innlegg og umræður. Mér langar þá til að spyrja, ég held ég sé síðust hérna dagskrá, nú ertu að tala bóluefni og það sé möguleiki að við séum að sjá ljósið í því. Er til einhver áætlun hvernig þjóðin verði bólusett eða hafin einhver vinna við að undirbúa slíka áætlun? Og hvernig, ef svo hvernig henni háttað eða hvernig því háttað þegar að svona kemur upp? Hún til bara í ferlunum inn í ráðuneytinu eða slíkt? Takk. Takk fyrir. Þá rek ég lestina varðandi spurningarnar. Ég líka svolítið hugsi varðandi útskriftarvanda Landspítala og möguleika Landspítala á að veita fullnægjandi þjónustu eins og allir eru hugsi yfir. Það liggur fyrir að það eru 100 mann sem eru núna inniliggjandi á Landspítala sem að hafa fengið færni og heilsumat sem að beðið eftir að komist í hentugra húsnæði og ég velti fyrir mér varðandi lögum opinber útboð hvort að það sé á þessum fordæmalausu tímum möguleiki eða hefur verið íhugað að setja einhvers konar bráðabirgðar ákvæði í þau lög til þess að það sé hægt að gera hreinlega tímabundna samninga þar sem að það liggur fyrir að staðan varðandi nauðsynleg hjúkrunarrými verður ekki fullnægjandi fyrir eftir 4 ár og við erum að glíma við veiru sem að við vitum ekki hvernig mun hegða sér á næstu mánuðum og misserum, hvort að það hefur verið hugleitt í heilbrigðisráðuneytinu að setja einhvers konar bráðabirgðar ákvæði sem að heimili stjórnvöldum að gera tímabundna samninga við þá rekstraraðila sem að nú þegar eru í heilbrigðisþjónustu sem að hafa boðist til þess að koma fyrir og útbúa heimili fyrir alltaf 100 manns. Þetta segi ég hvort tveggja af umhyggju við starfsfólk Landspítala, nauðsyn þess að Landspítali og aðrar heilbrigðisstofnanir starfi eins og þær þurfa að geta og líka auðvitað af umhyggju við það fólk sem að inniliggjandi á sjúkrahúsi en ætti að vera á hjúkrunarheimili sem að eru svona hentugri aðstæður fyrir þá sem ekki þurfa á 3. stigs sjúkrahúsvist að halda. Aðrar spurningar hafa að mestu komið fram en vil þó að lokum spyrja aðeins út í landakott og út í þá stöðu
að Landakot húsnæðið hentaði ekki til þess að væri hægt að hólfaskipta. Húsnæðið virðist bara ekki bjóða upp á það og hvernig heilbrigðisráðherra lítur á þá stöðu og það að slíkt skuli vera uppi hjá okkur í heilbrigðiskerfinu. En þá sendi ég boltan til heilbrigðisráðherra. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Kannski, ég myndi það kannski bara biðja mitt fólk að bæta við ef það eitthvað. Anna Kolbrún, þú spurðir valaðgerðir og hvernig þær eru flokkaðar, ef ég skildi spurningu þína rétt. Og eins og þú orðar að stærri aðgerðir sem ekki eru með. Ég bara náði ekki alveg hvað þú áttir við nákvæmlega með því. Má ég skjóta inn í? Já, endilega. Það er nú bara það sem ég las í blöðunum að það væri þá ekki inn í þessu stærri aðgerðir sem hugsanlega kalla þá á eitthvað hugsanlegt inngrip eftir á. Eins og ég skil þetta, ég bara reyna að ná botn í þetta. Já, í raun og veru er ferill málsins þannig að þegar að forstjóri Landspítalans finnur fyrir því að álagið er orðið það mikið að ekki er rétt að halda áfram valkvæðum aðgerðum, þá gerir hann erindi til landlæknis sem að bregst við með þeim hætti að gera tillögu til ráðherra það að stoppa valkvæðar aðgerðir tiltekinn tíma, núna í 2 vikur. Og það þá stoppað á Landspítala og allstaðar annarstaðar, að þessu sinni allstaðar á landinu, út af þessum áhyggjum að Landspítali kunni að lenda í verkum sem að komi til af aukaverkunum aðgerða annarstaðar. Þessi flokkun aðgerðum og þetta mat náttúrulega algjörlega faglegt mat og þannig að það mat ekki á borði ráðuneytisins heldur á borði þessara heilbrigðisstofnunar sem umræðir og landlæknis. Og í því sambandi vil ég nefna það að því að það hefur borið svolítið á því að fólk hefur haft áhyggjur af því að inn í þessum fröstunum liggi það að það sé bið líka á rannsóknum og greiningu á lífsógnandi sjúkdómum, en það ekki svo. Það á að vera alveg skýrt að það sé ekki beðið með slíkar rannsóknir og greiningar. Ólafur Þór var að velta fyrir sér tölfræðinni og hver heldur utan hana og svo framvegis og það náttúrulega landlæknir og spítalinn sjálfur sem heldur utan tölfræðina og ein stofnun heldur utan það fyrir sig. En það sem við erum líka að sjá að því að einhvers staðar fækkar komum að þá eru það annars konar snertingar sem eru miklu mun fleiri eins og til dæmis erindi í síma, erindi í heilsuveru, erindi í alls konar í gegnum alls konar fjarheilbrigðisþjónustu og valkosti af því tagi þannig við erum að sjá að það verður svona ákveðin hliðrun á þeim erindum sem eiga sér stað. Þó má nefna það að heilsugæslan talaði það sérstaklega að því að heilsugæslan tók saman tölur yfir þá sem eru með ekki kannski hjá heimilni að það sást í tölum sem að voru skoðaðar eftir fyrstu bylgjuna að fólk lét líða lengra á milli heldur en það hefði gert ella. Og það var svolítið líka vegna þess að þá var eiginlega fólki ráðið frá því að mæta í heilsugæsluna að þarna alveg fyrst muniði þegar fólk var að koma með einkenni í biðrými og svo frá því. Svo breyttist þetta þegar öllum var beint inn í þennan sama farveginn á Suðurlandsbraut. Varðandi lögum opinber innkaup og þessa lagaumgjörð, þá myndi ég vilja biðja Ástu kannski að svara því og það sem að Ólafur nefnir samt líka varðandi verkefni Landspítala yfirleitt. Þetta auðvitað stór mál og þetta mjög mikilvægt mál sem að nefndin hefur að hluta til glímt við í tengslum við lagasetningu
við breytingar á lögum heilbrigðisþjónustu og við erum núna með nýja reglugerð það hver gerir hvað í þessu kerfi. Við erum náttúrulega með óvenjulegan þriðja stigs spítala því leytinu til að hann gegnir tvíþættu hlutverki því að hann líka annars stigs sjúkrahús fyrir okkur hér á Suðvesturhorninu þannig að hann líka má segja héraðssjúkrahús fyrir Suðvesturhornið þó hann sé þriðja stigs sjúkrahús síðan fyrir landið allt. En hins vegar þá sjáum við bara í anda heilbrigðisstefnu og almennrar þróunar í heilbrigðismálum að við erum að færa okkur frá því að eða þar að segja draga úr áherslu á legu og auka áherslu á dagdeildarþjónustu og göngudeildarþjónustu og svo framvegis og með það að markmiði að fleiri og fleiri viðfangsefnum sé hægt að sinna með göngudeildar og dagdeildarþjónustu og það er nútíminn og heilbrigðisþjónusta heim hefur einhver sagt líka þegar við erum að tala þjónustu við aldraða og sem að vilja meiri þjónustu heim og við höfum lagt aukna áherslu á að það sé ekki allt leyst með einhverjum rýmum. Þessi sveigjanleiki þarf að vera inni þegar við erum að tala hlutverk og verkefni Landspítala. Það hefur líka verið rætt hlutverk og verkefni bráðamóttöku. Sums staðar í löndunum í kringum okkur eru heilsugæslustöðvar með svona taka ábyrgð á minni háttar slysum og áverkum, fótbrotum og slíku. Það sem þá einhvers konar svona slysamóttaka að minni toga, meðan á spítalarnir taka móti því sem að kemur með sjúkrabílum og svo framvegis. Það er annað sem að fólk hefur velt vöngum yfir en það er engin ákvörðun sem hefur verið tekin við það. Ég held að við eigum alltaf að nota tímamót eins og þennan faraldur sem tilefni til þess að skoða hlutina aftur. Við erum auðvitað líka að sjá nýjan meðferðarkjarna vonandi fyrr en síðar og þá getum við líka farið að spyrja okkur hvað er næsta skref á Landspítalalóð. Við höfum talað göngudeildarhús og það hafi verið uppi umræður þjónustu við þá sem eru að glíma við geðheilbrigðisvanda. Það er rætt kvenna- og barnadeild og svo framvegis, þannig að þessi umræða verður öll að vera í gangi. Við getum líka talað hvað með húsnæði Gamla Borgarspítala í Fossvogi eða Landspítala í Fossvogi, hvað með húsnæði Landakots eins og hér hefur verið bent á. Þetta er allt saman undir þegar við erum að skoða, þegar við erum að færa í raun og veru Landspítala inn í nýja öld, vonum seinna. Við hefðum átt að vera búin að því miklu fyrr, en það er það sem að viðblasir og nú má segja að svona faraldur sem enn einn breytan í þessu öllu saman. Lilja Rafnir spurði þetta með Landspítala í fyrsta skiptaneyðasti. Já, það er þannig að þegar er að ræða farsótt af þessu tagi, þá er það farsóttanefnd spítalans sem í raun og veru tekur yfir svona þessa daglegu stjórn að miklu leyti vegna þess að það verða breytingar þegar að komið almannvarna ástand á spítalanum sem að lítur að starfsfólki skilum milli deilda og svo framvegis sem að þarf augljóslega að vera miklu heldur en allavega búin að nefna þetta með heilsuvernd og Sóltún. Þetta er allt saman inni á radar hjá okkur þegar við erum að ræða þessi mál og ég nefndi það áðan í tengslu við umræðinu lögum opinber mál og lausnir sem að væri til einhvers tíma til þess að brúa bil og það sama gildir aðstöðu í klínikinni. Við höfum rætt það bæði út frá varasjúkrahúsinu og líka út frá öðrum þáttum. Það eru fleiri einkaaðilar þarna úti sem að gætu komið þar til skoðunar. Halla Signý spyr áætlun varðandi bóluefni. Já, það má segja að það sé í raun og veru tvenns konar. Það er annars vegar verið að undirbúa reglugerð þar sem að er kveðið á forgangsröðun þeirra sem að fengju þá bóluefni í fyrstu lotu. En það er líka hlutverk og verkefni heilsugæslunnar að sjá og sinna framkvæmd bólusetningarinnar. Og þetta er líka í gangi að undirbúa þannig að við séum reiðubúin og getum sett framkvæmdina í gang leið og
bóluefnið væri komið, hvort sem það væri takmarkaður fjöldi skammta til að byrja með eða meira. Helga Vala, þú nefnir þessa einstaklinga sem eru á spítalanum með færni og heilsumat. Nákvæmar tölur eru 35 núna sem að liggja á bráðalegudeildum með færni og heilsumat og það er mikilvægt að halda þessum tölum aðskildum vegna þess að hinir 65 eru þó í ábyrðrýmum á vegum spítalans. Þannig að það er annarar gerðar heldur en þau sem að beinlínis liggja inn á bráðalegudeildum. En eins og kom fram í mínu máli áðan að þá hefur spítalinn sjálfur lagt á það áherslu að þetta fólk væri á spítalanum og við værum ekki að leita annarra leiða meðan fyrr en væri búið að ná algjörlega botni í málefnum landakots og þess smitt sem að þar kom upp í ljósi þess sem að kom fyrr í haust þegar að sjúklingar voru fluttir og reyndust hafa verið smittaðir og voru fluttir út fyrir spítalan. Ég er bara sammála því sem að formaðurinn nefnir varðandi landakott og ég hef auðvitað miklar áhyggjur af því en það er hins vegar hlutverk og verkefni forystu spítalans, forstjórans og framkvæmdastjórnarinnar að skipuleggja heilbrigðisþjónustuna sem að spítalinn veitir og skipa þjónustunni í húsnæði eins og kostur er miðað við þann veruleika að við erum að mörguleyti með úr sér gengið húsnæði því miður. Mér langar að biðja Ástu ef ég má að bæta aðeins við þessar lagalegu pælingar og eitthvað ætla hún að segja líka einhver tölur held ég. Einmitt. Ásta Valdimarsdóttir gjörðu svo vel. Já, takk alveg fyrir. Aðeins þarna varðandi það sem að Vilhjálmur nefndi upphafi varaúrræði að ég vildi benda á að við erum alltaf með viðbragðsáætlun almannavarna móttöku sjúklinga í heimsfaraldri og hún var núna uppfærð nýlega, bara núna í byrjun nóvember og þar eru tilgreind sem varaúrræði bæði orkuhúsið í Urðarhvarfi og klínikinn. Þess að svara því. Það er í viðbragðsáætlun. Síðan varðandi þetta sem Ólafur nefndi, hann spurði yfirlit yfir allar aðgerðir sem voru komnar á dagskrá. Við erum með yfirlit yfir allar þessar aðgerðir, bara allar, ekki bara liðskipta aðgerðir, allar aðgerðir sem voru fyrirhugaðar, komnar á dagskrá og lengi í rauninni sjúklingar höfðu þurft að bíða. Það er til í ráðuneytinu. Síðan aðeins varðandi þessi formaður nefndi og líka held ég Ólafur varðandi neyðarúrræði í lögum um opinber innkaup. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að löggjafinn þarf þá að taka til umfjöllunar en ég vil benda á það að lög um opinber innkaup eiga að tryggja jafnræði seljenda og gagnsæi í verkferli og ferlinu öllu og síðan náttúrulega erum við með fleiri lög sem að skipta þarna miklu máli, bæði samkeppnislög, lög um sjúkratryggingar og annað. Þannig að þetta er kannski ekki mjög einfalt að taka svona mjög dýra framkvæmd og segja að hún sé undanskilin. En það er náttúrulega löggjafans að meta það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, Ásmundur Friðriksson spyr hvort hann hafi mist af svarinu til sín. Ég heyrði að heilbrigðisráðherra talaði klínikina, orkuhúsið og fleiri sjálfstæða aðila þannig að það heilbrigðisráðherra fór vel yfir það samtal. Það hafa ekki fleiri beðið orðið enda ætluðum við að klára 2:00 og okkur tókst það að þessu sinni og ég verð að hrósa öllum sem tóku til máls fyrir það að hafa haldið svona þétt á orðum sínum og spara þau. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, heilbrigðisráðherra, ráðuneytisstjóri, aðstoðarmaður og þið öll sem að þarna komuð á fund velferðarnefndar og ég slít þessum opna fundi. Takk.